Góðan dag, Álfheiður heiti ég og Eymarsdóttir. Hingað til mín kominn Guðmundur Ólafsson, háskólakennari og sérfræðingur í málefnum Rússlands. Þetta annar þáttur í 3 þáttaseríu okkar sögu og stjórnmál í Rússlandi og ég vil eindregið benda hlustendum á fyrsta hlaðvarpið okkar þar sem við fórum vítt og breytt stórbrotna sögu Rússlands. Það að finna á Pír-apanum og helstu hlaðvarpsveitum. En í dag ætluðum við að ræða samskipti Rússlands við önnur ríki og ríkjasambönd, kannski eftir þessar stórbreytingar árið 1991 þegar Sovétríkin liðast í sundur og Rússland verður aftur Rússland. Þannig að velkomin Guðmundur. Takk fyrir og sælir ágætur hlustendur. Samskipti Rússlands hafa verið upp og niður frá 91 við alþjóðasamfélagið í heild. En við ætlum kannski að skoða annars vegar samskipti við nágrannaríkin Georgíu og Úkraínu sem að fyrir 91 voru sjálfsögðu í ríkjasambandi. En hins vegar ætlum við kannski að taka svo samskipti við Vesturlöndin og það aðalega kannski Evrópusambandið og Bandaríkin. Já, í síðasta þætti þá fórum við yfir söguna svona frá upphafi og fram að 91. Já. Og þá var svona megin tilgáta hjá mér að það hafi aldrei verið neinir kommunistar í Rússlandi. Já, einmitt. Og þess vegna það til dæmis að þegar Sovétríkin hætti að vera til, þá gerist það með friðsamlegum hætti. Og það ekki eins og var til dæmis í Júgóslavíu, þar voru blóðug átök og grimmileg manndráp og það einfaldlega vegna þess að í Júgóslavíu voru gerólíkar þjóðir en í Rússlandi þá var engin kommunisti eftir, það má vera að það hafi verið kommunistar í byltingunni en bara bæði til dæmis skólabræði mínir sem ég var með í skóla að þeir voru alveg lausir við það að hafa áhuga á kommunisma. Nú þess vegna það að þetta gerist friðsamlega að Sovétríkin liðast í sundur og við tekur tímabil Jeltsins. Nú Jeltsin hann var stórgallaður maður en að mörguleyti samt mjög merkilegur því að hann hafði nú alist upp í Sverdlovsk sem heitir endara núna og hét áður Ekaterinburg og hafði verið þar körfubolta þjálfari kvenna og fleira gott en hann hafði orðið sem sé áhrifamaður þegar að Gorbatsjov kemur til valda og það nú Gorbatsjov sem kallar hann til og Jeltsin hann byrjar mikið á því að krítisera flokksmenn fyrir sukk og svinari og meðal annars Gorbatsjov og ræsu konu Gorbatsjov fyrir óhófsemi og ýmisli þeim dúr og hann var eiginlega hrakinn úr flokknum. Síðan á þjóðaþinginu 1988 þá var hann kosinn á þing á Karelíu sem þetta vestast í Rússlandi og menn segja að það sé aðalega Finnar sem hafi búið þar sem eru innan Rússlands. Hvað var þetta þá svona svipuð taktík og þegar að íslenskir stjórnmálamenn að bjóða sig fram í norðaustur en búa allt annars staðar? Já, það má segja það. En Jeltsin var náttúrulega óskaplega vinsæll. Hann var svona maður fólksins og myndu kannski segja að hann hefði verið svolítið populisti eða lýðskrumari eða hvað við að kalla það. En þetta leiðir samt til þess að það mikil vandamál sem steðja að ríkinu. Það til dæmis alls konar innviðir hrynja, ellilífir og þess aftar gufar upp og það milljónir manna sem eru bara vonar völ. Og svo gerist það að alls konar tækifæri sinnar kallaðir ólígarkar eða fákeppnisfustar
þeir nýta sér tækifærið og sölsa undir sig eigur ríkisins og komast til valda innan ríkisfyrirtæki, eins og segja til dæmis eins og Gazprom, sem stærsta orkufyrirtæki heims, að þar eru margir af þessum ólígorkum og ráða ferðinni þó þeir eigi ekki fyrirtæki í sjálfu sér. Núna 60-70% af fyrirtækjum í Rússlandi sem eru í ríkisrekin. En byrjaði Jeltsin þá á því að selja eitthvað af þessum fyrirtækjum? Já, það sem gerist það að samkvæmt amerískri ráðgjöf, þá þarna til dæmis hagfræðingurinn Jeffrey Sachs, sem prófessor í Harvard. Hann ráðlagði mann það að gefa út svokallaða vátsera eða hlutabréf í ríkisfyrirtækjum og dreifa þeim til almennings. Svo þegar hægðist, þá fóru svokallaðir ólígarkar og keyptu upp þessi hlutabréf af almenningi fyrir smánarverð. Og það nú alls konar sögur um það hvar hafi fengið fjármagn til þess, sem segja þeir hafi fengið það erlendis frá. Þetta hafi verið stórkostleg erlend íhlutun í raun og veru, þegar að þessir ólígarkar komast til valda eða fara að láta að sér kveða. Nú, það nú til dæmis þegar að við fórum nú yfir það í síðasta þætti hvernig Pútín kemst til valda í Leningrad, og það var fyrst og fremst vegna þess að það var ákveðið á þjóðaþinginu 98 að leið og ríki gátu sagt sig úr lögum við Sovétsambandi, að þá var líka setta reglur það að stærstu borgirnar ættu að kjósa sér borgarstjóra. Og það gerist í Leningrad, að Leningrad búið að kjósa sér borgarstjóra og kjósa einmitt einn af höfundum þessara stjórnarskrárbreytinga sem voru gerðar þarna, kjósa Anatoly Sobchak, sem prófessor í lögfræði við háskólan í Pétursborg, og hann einmitt kennari þeirra tveggja, þar að segja Pútins og Medvedev, og hann þar hans fyrstu verk að kalla Pútín til valda og gera hann að varaborgarstjóra, og Medvedev gerður að fjármálastjóra borgarinnar. Síðan farið í að breyta nafn, og það eru kosningar, þetta var svo lýðræðislegur að Sobchak, að það boðið upp á 3 nöfn, það að segja að borgin heiti áfram Leningrad, Petrograd, sem hét á tímabilinu frá 14 til 24, þegar hún var kölluð Leningrad, og svo samt í Pétursborg. Og kosningi fer þannig að Leningrad fékk 5%, Petrograd fékk 40%, en samt í Pétursborg fékk 55%. Og það varð, og þeir láta nafnbreytinguna gerast 7. nóvember, sem afmælisdagur byltingarinnar. Og að breyta nafni borgarinnar úr Leningrad í samt í Pétursborg náttúrulega nefa högg í andlitið á gamla kommunistaflokknum, og þá sem eftir lifðu af þessum gamla kúltúr kommunistaflokksins. En þannig verður þetta að þeir koma til valda, Medvedev og Pútín, í gegnum kosningar og í gegnum kennara sinn við lagadeildina. Hann skrifar síðan doktorsritgerð, Pútín, alþjóðalög, en Medvedev hafði skrifað merka prófritgerð það hvað gerist ef Rússland myndi klofna upp í 4 lönd. Það nú ritgerð Medvedev og gerir hann að einna merkustu svona lögfræðispekulentum Rússlands. Nú, á þessum tíma, þar að segja frá 91 til 2000, þá sem sé fjármálaerfileikar miklir.
Sobchak, borgarstjóri í Sankti Pétursborg, hann lendir í spillingarmálum. Dóttir hans, Xenia Sobchak, sem en merkasta sjónvarpsstjarna í Rússlandi, og einhverju ættmenni þeir sökuð það að hafa þegið að gjöf frá borgarstjóranum í Pétursborg, íbúðir og ýmiss konar góðgæti og það þýðir að Sobchak tapar kosningunum 1996 og það þýðir að Putin og Medvedev þeir verða að hverfa burt, þeir missa sinn valdagrunn og Putin fer til Moskvu og fer að vinna þar fyrir þingið, verður svona starfsmannastjóri hjá Jeltsin og síðan skipar Jeltsin hann forseta í vorið 2000 og þá tekur hann með sér Medvedev og gerir hann að forsetisráðherra. Þannig að þessi menn eru komnir til valda í Rússlandi í gegnum sína menntun og í gegnum tengsl sín við kennara sinn í Pétursborg. Nú þessi hugmyndum að hans svo mikil KGB-maður er náttúrulega svo hvurtanarugl. Það í lögregluríki þá náttúrulega lögreglan á svipuðum stað og lögfræðingar á Vesturlöndum, eða við svona segja bara í Bandaríkjunum. Lögreglan framleiðir réttlæti, alveg eins og lögfræðingarnir á Vesturlöndum. Þetta svona sambærilegar stofnanir. Já. En það sem gerist nú í þessu öllu saman er það að þegar Sovétríkin splundrast, þetta eru 15 ríki, sem taka upp sjálfstæði, þá myndast líka vandamál með alls konar svæði sem höfðu nokkurt sjálfstæði, voru kölluð Autonomous Republic innan hvers lands í sjálfu sér og þá þótti þeim hugsanlegt að þeir fengju sjálfstæði líka, við skulum segja lönd eins og Chechnya og Ingushetja, þeir veldu þessu fyrir sér, hvort að þeir geti ekki tekið sjálfstæði, en þessi svæði gilda í sjálfu sér önnur lög. Og til dæmis í Ingushetju þá greiddu þeir einfaldlega atkvæðum það að þeir vildu vera áfram innan Rússlands. En Tjettarnir, þeir fórum í harða baráttu og háðu stríð í hátt í 10 ár. En það var að vísu allt barið niður og á endanum þá keyptu Rússar valdamennina, Akhmat Kadyrov og Ramzan Kadyrov, son hans. Þetta voru múftar, þetta eru múslimaríki og múftarnir ráða miklu og Rússarnir einfaldlega keyptu þessa menn eða þar að segja að þeir juðsu peningum yfir það og nú gott ástand Chechnya, allir ánægðir en þetta svona með viðbjóðslegustu stjórnarfari í heiminum, það í löndum eins og Chechnya. En í þessum samskiptum Rússlands eftir 91 við þessi nágrannaríki og þessi nýju ríki, breyttust þau mikið af því að Jeltsin, hann var vinsæll en það var eins og fólk svona einmitt sá gallana og jafnvel litist pínulítið niður til hans. Það sem gerist í raun og veru í þessum svo löndum. Svo kemur Putin sem allt öðru vísi hvort að þessi samskipti hafi breyst. Á tímabilinu frá 91 til 2000 þá eru í flestum þessara ríkja sem höfðu verið innan ríkjasambandsins á ríkjana að þá eru það gamlir kommar sem verða forystumenn. Eins og til dæmis í Úkraínu, það það Kravchuk sem verður forseti og hann í nánu samstarfi við gamla vini sína í Rússlandi. Alveg að sama gildir mörg þessi lönd. Við skulum segja til dæmis í Azerbaijan, Geydar Aliyev til dæmis, hann verður forseti og í
í Mið-Asíu löndunum eins og nú, ég bara búin að gleyma nöfnunum á þeim öðrum tungumálum en þar eru þetta allt saman gamlir kommar sem verða forsetar og það fer ekkert að gliðna undan þeim fyrir að líða á áratuginn. Nú svo þegar þetta gerist að Pútín kemst til valda, skipaður forseti og vinnur síðan kosningarnar haustið 2000 að þá breytist andrúmsloftið því að Pútín átti að segja á því að hann verður að ná tökum á þessum svokölluðu ólígarkum og það tekst honum eftir harða baráttu við þessa menn eins og Berezovský og eiganda fótboltafélag á Vesturlöndum stólið mér, þetta eru svona 10-20 menn sem réðu ferðin í hópi ólígarka og Abramovich Já, einmitt sem átti Chelsea Abramovich, átti Chelsea og allir hann eigi að Jú, allir ekki, ég held það bara og Berezovský og Kuczynski sem átti alla helstu fjölmiðlar Rússlands þessi menn hrökklast úr landi undir Pútín og Pútín setur þeim í raun og veru kosti annað hvort vinni þið með vér og landinu ykkar eða þið farið og þessi þrísýntaldi þeir völdu það kost að fara þeir eru nú dánir bæði Kuczynski og Berezovský en Abramovich er nú lífi og hann hefur tekið svona ástfóstri við ákveðin svæði eins og í norðaustustu hérðunum í Síberíu en svo eru þeir sem ákváðu að vinna með Pútín þeir eru valdamiklir eru með eigin fyrirtæki sem eru öflug og ráða ferðinni líka í ríkisfyrirtækjum. Við skulum segja til dæmis í Gazprom sem stærsta orkufyrirtæki heims að þar eru sterkir ólígarkar sem ráða för þó að þeir séu að nafninu til með ríkisfyrirtæki. Nú við þekkjum þetta nú hér á Íslandi, þetta nú góð venja hér að stór hluti atvinnulífsins í höndum ríkisins bæði bankar og fleiri fyrirtæki í höndum ríkisins og ég þori nú ekki að segja hvað stór prósenta en mér kæmi það ekki á óvart að það væri yfir 50% á Íslandi annarkvort þannig eða þá að við erum með einkafyrirtæki sem eru komin þeir eru háð svokölluðum pilsfaldakapitalisman þar að segja þeir eru háðir styrkjum frá ríkinu nú þetta er náttúrulega við sjávarútveg hann er náttúrulega rekinn á þeim kostum að þurfa ekki að borga neitt fyrir veiðiheimildir og þetta er náttúrulega rosalegasti ríkisstuðningur sem til Nú allur landbúnaður, hann er háður miklum ríkisstyrkjum og þess vegna getum við sagt að ef við skoðum þetta í þessu ljósi að þetta er miklu minni munur á Íslandi og Rússlandi heldur en menn átt að sjá. Já, ég hef nú oft haldið því fram að við eigum okkar eigin ólígarka hér á Íslandi. Já, hvað? Þó að við köllum þá ekki ólígarka dagstæðlega. Já, það er alveg rétt. Já. Nú, það er líka bara fleira sem er svona svipað til dæmis. Allir dómarar eru úr sama flokki. Já. Það er þannig í Rússlandi. En það var að vísu verið að gera breytingar núna á stjórnarskrá og réttarkerfinu sem eru fyrstu mikilvægu breytingarnar sem gerðar eru frá því 1905. Fór nú aðeins inn á þessum daginn. En þetta er allavega maður svona átt að sjá í hverju þetta felst og þetta er allavega, við getum nú að tala meira þetta næst, en þetta er allavega það merkilegast sem er að gerast núna í Rússlandi. Já, þú talaður einmitt að dómskerfið væri kannski þeirra veikleiki. Já, það er réttarfarið og lögin og dómstólarnir. Þetta er mjög illa leikið í eftir kommunisman því að eins og menn kannski vita þá var það kenning Karl Marx að réttaríkið og lögin væri tæki til að kúga almenning.
Þetta marxismin. Og að þessu leitinu til eru hugmyndir Karls Marx sko gargandi rugl. Það sjá allir menn, svona heiðalegi menn, að þessi hugmynd Karl Marx eru bara vittleysa. Að sömu leyti mætti líka segja að þessi þröngi skilningur á sögunni eins og Marx með, hann fær ekki staðist skoðun. En svo er aftur á móti andrar analýsur hjá Marx sem eru gulls í gildi og við sjáum núna hjá Eflingu. Kenningarnar Marðrán og allt það. Það er gulls í gildi og það er styrkur Marx að hann sko, efnahagsleg greining Marx, hún stendur. Nú, en ef við víkjum aftur á þróunni í Rússlandi að þá gerist þetta svona hægt og rólega að Putin nær þarna tökum á þróun mála og þeir menn voru búin að missa tökin á atvinnulífinu þarna fyrir 2000 en honum tekst að snúa dæmdu við 1998 þá voru kosningar sem að það stemdi í það að gamli kommunistaflokkurinn hefði unnið sigur þá. Nú Clinton, Bandaríkjaforseti, hann hafði mikla trú á Jeltsin, sennilega vegna þess að hann skildi ekki hvað hann var gallaður. Trúlega, en það er vandinn að menn eru alltaf að tala Rússland að það vita nokkuð hvað eru að tala og aðlega er þetta stjórnmálamenn sem veit ekki neitt og skilja ekki tungumáli hafa kannski aldrei komið austurfyrir en það sem gerist er að svona veltaði fyrir hvernig er réttast að orða það er í kosningunum 98 þá sendir Clinton gífurlega fjárhæðir til Jeltsin, til að styrkja Jeltsin og baráttu Jeltsin til þess að ná kjöri. Er óhemju fé sem hann færi í styrk á Bandaríkjamönnum. Á þessum tíma þá eru bandaríski stjórnmálamenn á þeirri skoðun að kommunismi sé farin og menn þurfi ekki að hafa óttast hann. Það er vísu galli sem gerist að það er ýmsir menn í kringum Jeltsin sem að hirða drjúgan hluta af þessu styrkjum sem þeir fá Bandaríkjunum. Það má til dæmis nefna sérstaklega Tatjana Dyachenko sem er dóttir Jeltsin sem var þá í einhvers konar forholdi með einkamálaráðherranum Chubais að þeim tekst að svelsa undir sig verulegan hluta af þessum styrkjum. Og það er nú kannski eitt af því sem gerir síðan að fór svona fyrir brjóstið á Bandaríkjumönnum að það væri þarna svo mikil spilling að menn eru það var að sjá þessu sem er auðvitað alveg rétt. Enda mjög óvenjulegt að það sé verið að veita fjármunum í kosningabaráttu eða til stuðning stjórnmálamanni í hans kosningabaráttu í öðru landi. Það er nú bara mjög óvenjulegt. Ég veit það ekki, það er sko Bandaríkjamenn skipta sér á stjórnmálum allan heim, en alltaf svo vitlausir að verða ef að minnsti grunur vaknar það að einhverju sé að skipta sér að þeirra stjórnmálum. Það er nú bara þannig. Já, það er alveg rétt. En það sem að verður þarna við þessi skipti 98 er að Putin er gerður að forseta er skipaður á Jeltsin en hann vinnur síðan kosningar nefnt að vísu haustið 2000 eftir það vinnur hann allar kosningar gífurlegum það fyrir upp í 86% sem að hann vinnur og ég held að svo engin heiðalegu maður efast að lýðræðislega kosningar í góðu lagi í Rússlandi. Það er bara misskilningur og vanþekking að halda að það vanti eitthvað upp á lýðræði í Rússlandi. Það er sko, í raun og veru miklu fullkomnara lýðræði heldur en hjá okkur hér á Íslandi. þar sem að fólk sem býr norðan við Hvalfjörð hefur tvöfaldan kosningarétt miðað við Reykvíkinga. Það er að segja ef maður lítur á þingmannafjöldan sem kosningaáhrif. En hvað segir þá með frjálsa fjölmiðlun? Af því að nú veit ég að það hefur verið
og það kannski það sem fólk að setja út á þegar það setur út á lýðræðishalla í Rússlandi, að það þessi frjálsa fjölmiðlun, hvort að hún fær að fljóta, það hafi verið blaðamönnum hent í fangelsi og þeir hafi verið myrtir jafnvel og annað. Já, það blaðamannamorðin sem hafi verið, þau skrifast nú á reikning tveggja aðila, þar að segja mafíunar. Já. Mafían að drepa blaðamenn sem að fletta hon af starfsemi mafíunar, og svo eru náttúrulega ríki sem í grimmri baráttu, eins og tjettarnir, það eru bæði tjettar og svo tjekkneska mafían. Að þetta eru aðlar sem hafa verið uppvísir af blaðamannamorðum. Við skulum segja Anna Politskaja, það eru tjettar sem drepa hana. Og sömulegis það er nú það eru sem sé þessi tveir aðilar sem að bera ábyrgð á þessum morðum. Það er að vísu samkvæmt lögum þá geta stjórnvöld farið ansi grimmúðlega með svona stjórnaranstæðinga. Við skulum segja til dæmis eins og þeir fara með Navalny er svona tækifæri sinni sem vinsæll, en hann nýtur nú ekki meira fylgis þegar hann hefur verið að bjóða sig fram með svona 1-2%. Hann hefur ekkert stórkostlegt fylgi, en mönnum finnst rétt að hann eigi að fá að flytja sitt mál. Já. En það hefur honum ekki verið leyft, hins vegar hefur hann gífurlegan stuðning frá Vesturlöndum. Hann lýtur fjárhagslegs stuðnings og það eru búnar til kvikmyndir sem við getum séð á YouTube, þar sem verið að ausa yfir Putin alls konar rugli. Og ríkissjónvarpið íslenska tekur það svo upp og sýnir það sem heilagan sannleika. Það reyndar ákveðið einkenni að ríkissjónvarpið íslenska virðist eldast við vestulígina Rússland og Putin. Það er bara einhver mennsemd í höfðumanna þarna på fréttastofu Ríkisútvarpsins. Að því að þetta er svo fjarri lagi að þetta sé í einhverju samræmi við það sem er. Nú en það sem gerist er þetta að Putin nær tökum á efnahagslífinu og við það þá breytist andrúmsloftið, það kólnar andrúmsloftið að vestan. Þeir átta sig á því að þannig er maður komið sem að ætla sér að efla Rússland og þá vakna upp á Vesturlöndum gamall söngur hættuna af Rússum, og nú er það ekki kommunismin, það þarf ekki að vera hrætt við hann er ekki þarna fyrir hendi, og ég segja hefur aldrei verið þarna fyrir hendi. En það sem að gerist er það að það myndar svona ákveðin tortryggni, og það kann að vera að það hefur verið eðlilegt þegar Putin er að taka á þessum auðmönnum, að þá þykir mönnum á Vesturlöndum saumað að frelsi einstaklingsins. En ég held að sjá það hver maður að þessir ólígarkar, að þetta var þannig lið að í sjálfstætt ríki hlýtur að taka á þeirra máli, það bara hlýtur að vera. Já, þarna komum bara maður með gáfur og getu til þess að taka á þessum ólígarkum. Þessa ástandi var náttúrulega óbóðlegt og einstaklingar upplöðu bara mjög mikið óöryggi. Já, það er alveg undir Jeltsin. Og þess að gleyma menn núna, en við sjáum að svipað leyti þá eru þarna í öllum flestum þessara ríkja sem voru áður Sovétríki, að þar eru gamalgrónir kommunista leiðtogar sem að sitja áfram. Og þeir hafa fæst fengið sinn Putin. Það eru svona undantekningar, til dæmis eins og í baltísku löndunum, að þar skiptir þeir öðlast sjálfstæði, og það eru svona föðurlandsvinir sem að ná að komast til valda í Eistlandi, Lettlandi og Litáen. Og með styrk efnahagsbandalagsins og Bandaríkjanna.
og þessum löndum lofað gull og grænum skógum. Þetta það sem fór af stað til dæmis í Georgíu. Já. Að þar Georgíum lofað gull og grænum skógum eða beiti sér gegn Rússum. Já, þeir Georgíumenn, ég allavega, það sem að ég hef svona tilfinningunum með Georgíumenn, að þeir hafi litið til vesturs, mjög hýrauga. Þeir eru náttúrulega með opna umsókn núna bæði að NATO og Evrópusambandinu. Já. En að þeim sé alltaf gert einhvern veginn með beinum og óbeinum hótunum í sambandi við það, því að allur infrastruktúr frá sovjettímanum endi staðar, olíuleiðslur og annað. Það þarf að semja slíkt og Rússar hafa kannski valdið til að stoppa þarna. Ef við tökum nú til dæmis Georgíu sem dæmi, Já. Þá það þannig að þegar þeir fá frelsi, að þá eru kosningar og það kosin forseti sem hét Gamsakurdía. Gamsakurdía var svona skrítinn maður, hann var háskólakennari og hafði nú ekki mikla reynslu af stjórnmálum og hann fer mjög fljótlega að lenda í útistöðum við alls konar hópa í Georgíu og það endar með því að hann flýr frá Tbilisi og flýr þá til Chechníu en hann var mikill vinur hans forseti Chechníu sem hafði reyndar verið hann hafði verið herforingi í kjarnorkuflugher Rússa þessi maður sem var orðinn forseti í Chechníu og Gamsakurdía fer til hans síðan gerist það bara, við veit ekki, það eru 2 kenningar það en hann drepinn og það eru 3 kenningar úr lofti, hann fram til sjálfsmorðs, hann var drepinn af Tjettum eða Rússum, eða þá hann var drepinn af stuðningsmönnum sínum. Já, Georgíumönnum. Og það engin leið að vita hvernig það var, en það sem gerist í kjölfarið að það tekur við sem forseti Sevardnadze, sem hafði verið utanríkisráðherra Sovétríkjanna og kom hingað til Íslands og var með Gorbatsjov í Háskólabíó. Sevardnadze, hann verður forseti Georgíu og það í nokkur ár þangað til að það eru kosningar sem hann tapar fyrir honum Saakasvili og Saakasvili og Georgíumenn þeir fá gífurlega fjárstuðning frá Bandaríkjunum. Það sagt til dæmis að Bandaríkjumenn hafi greitt öllum ríkisstarfsmönnum í Georgíu laun í nokkur ár. Þetta allavega það sem maður hefur séð haldið fram og það einhver ástæði fyrir tí að það fer af stað þessi atburðarás að Georgíumenn ráðast á Suður-Ossetíu. Suður-Ossetíu hérað sem var áður partur af Ossetíu sem liggur beggja vegna við Kákasusfjallgarðinn. Og 1921 þá þetta land eitt og sér, það var bara sjálfstætt ríki. Þegar verður partur af Sovétríkjunum þá verður þetta svona eins og önnur ríki, verður sjálfstætt svæði. En Stalín, hann breytir þessu þannig að hann klýfur landið tvennt. Suður-Ossetía þá partur af Georgíu með höfuðborgina Tsindvali, en svo Norður-Ossetía partur af Sovétríkjunum með höfuðborgina Vladikavkaz. Og þetta ekkert annað en bara gerræðislega ákvörðun Stalín. Stalín þá, þetta gerist 1932 og Stalín þá búinn að koma sér upp ákveðinni hirð í kringum sig og sú hirð nú aðalega Georgíumenn og hann byrjar að sanka að sér góðgæti handa sínu gamla landi.
Auðvitað. Hann svo mikil óþveri. Ótrúlegur óþveri. Já. Stalín, það er ekki bara að sé manndrápar og skepna, heldur hann líka nánast sko rumungsþjófur. Já. Kjördæmapotari. Já, þetta er sko, við skulum segja til dæmis að tryggja sína heimabyggð. Já, við skulum segja til dæmis að einhver borgarstjóri Reykjavík kæmi því til leiðar að Reykjanesskaginn var allur settur undir Reykjavík. Já. Þetta er svona álíka þvæla. Já. Sama gerist í sambandi við Abkhazíu. Abkhazía, búin að vera sjálfstætt ríki í mörg 100 ár. Já. Var áður sérstakt ríki innan Sovétsambandsins en er innlimað inn í Georgíu. Já. Svo þegar að breytingarnar vera 91, þá finnst mönnum í þessum löndum að þeir eigi að geta verið sjálfstæði líka. Og þetta er nákvæmlega það sama sem gerist í Úkraínu. Já. Að það er svona héruð sem búa yfirgnæfandi meirihluta Rússar, við skulum segja í Donbass, það er að segja Luhansk og Donetsk og á Krím. Þar eru sko 80% íbúanna Rússar. Já. Og þegar að Úkraína tekur sér sjálfstæði, af því að það breytust lög og öðlíkar, þá fannst mönnum þar að þeir ættu þó alveg eins að geta tekið sér sjálfstæði þar. Létu kannski kyrrt liggja til að byrja með, en þegar að gert er valdarán, þegar að hægrisinnaðir fasistar gera valdarán í Kænugarði 2014. Já. Þá fóru þeir af stað í þessum héruðum og töldu sér ekki skylduga að hlýða boði frá þessu liði. Byltingarhópi sem að gerir byltingu með grímur fyrir andlitunum. Það er út sérkennilegt að þjóðfrelsismenn skulu hylja andlit sitt. Það er skrítið. Já. Það er það fyrsta sem manni dettur í hug. En það sem að er náttúrulega á bakvið er að þessi breyting í Úkraínu, hún náttúrulega gerða að undirlagi efnahagsbandalagsins og bandaríkjamanna. Og það er meira að segja ekki endilega þjóðirnar í efnahagsbandalaginu sem standa að þessu, heldur eru það 2 starfsmenn sem eru ráðnir, Barroso og Rompuy. Þeir eru ráðnir starfsmenn og þeir unnu að því baki brotnu að ýta undir þessa þróun, sem er alveg tvímælalaust til skaða fyrir, við skulum segja, bara Þýskaland, sem er að byggja tengslu Rússland í sambandi við orkukaup og þess áttar. Sem gerir tvennt, ef Rússar selja Þjóðverjum orku, þá verða hugsanlega Þjóðverjar háðir Rússum, ekki satt? Jú. En Rússar verða líka háðir Þjóðverjum. Já. Og kannski ekki síður. Gengur í báðar áttir. Já. Og þegar menn er að tala þetta eins og Bandaríkjamenn, að það sé saknæmt að þeir kaupi orku frá Rússum, þá er það náttúrulega alveg ótrúlegt kjaftæði, því að þetta er fyrst og fremst viðskiptastríð Bandaríkjanna við Rússa og Kínverja. En þetta er samhengið í Úkraínu. Þetta gerist eftir 91, þá er það Kravtsik sem verður forseti. Síðan verður svokölluð órangsbylting í Úkraínu, þar sem þau komast til valda Júlia Timoshenko og Jushenko, sem var síðan eitrað fyrir og hann var svo nokkur skrimslislegur í framan. Já, hann var það. Það var ekki fallegt að sjá. Nei, það er nú ekki vita hver eitraði fyrir hann. Já, Júlia var nú alltaf fallegri en hann við orðið töluverðu en þetta var þetta var ótrúleg eitrun sem maðurinn var fyrir. Þetta var skrýtt og náttúrulega Rússum kentum allt á Vesturlöndum. Það var alveg svona hvað það er sem að gerist illt á þarna fyrir austan að Rússum alltaf kent allt.
að því að það eru milljörðum á milljörðum ofan varið í áróður gegn Rússum. Já. Ertu heldur að það sé hræðsla við Pútín af því að hann hefur þessa gáfur og þessa getu til þess að stjórna? Nei, sko, hræðsla við Pútín náttúrulega fyrst og fremst það að Pútín maður sem lætur þá ekki dvað onni sig. Já. Og það það sem Í dag það ekki hræðslan við kommunisman sem heldur það andúðin á þeim sem ekki hlýðir Bandaríkjamönnum möglunarlaust. Það það sem að ræða. Þannig að þýðan sem varð þarna fyrst eftir 91 í samskiptum við Vesturlönd, það hefur kannski verið vegna þess að fólk sá Jeltsin sem þennan mjúka viðráðanlega bánsa. Já, ég held að það hefur bara verið til að byrja með þannig að kommunismin farin. Við þurfum ekki að líta á Rússa sem óvin okkar. Svo þegar að... En Rússland nefnilega aftur virðist vera orðin óvinur á Vesturlöndum. Já, og það vegna þess að það eru hagsmunir á Vesturlöndum sem að heimta það. Og þá verðum við að líta til Bandaríkjanna. Hvaða hagsmunir eru það sem gera það verkum að þeir eyða öllu þessu óhemju fé í að sverta Rússa og vekja upp þá hugmynd að Rússa séu hættulegir og þeir séu í einhverjum árásarham. Við þurfum ekki að hugsa okkur mikið til þess að sjá að Rússar hafa aldrei ráðist vestureftir eða sælst eftir yfirráðum á Vesturlöndum. Við fórum í gegnum það síðasta þegar að Rússar sátu í París að þá fóru þeir síðan bara tilbaka. Nú sama gilti Finnland á löngu tímabili þá Finnland rússneskt svæði og 1918 þá gefa einfallega bolsjevikar Finnum frelsi og líka baltísku löndum. Þannig að halda því fram að Rússar sé að sækjast eftir einhvers konar yfirráðum á Vesturlöndum, það bara bull. Þá spurningin, þá einhverju rússneskir menn sem að vilja það? Ég þekki bara eitt dæmi mann sem að hefur haldið fram þessum Evrasíu kenningum eitt ríki alveg frá Atlantshafi og austur í Kyrrahaf og það Alexander Dugin. Alexander Dugin var prófessor í Moskvaháskóla en hann fór að viðra þessar svona kenningar, þessar heimsveldiskenningar. Það endaði með því að hann var rekinn frá starfi því að mönnum þótti að hann vera að predika fasískar skoðanir sem ættu ekkert vit og féllu ekki beint að hugmyndum Medvedev að Rússland klofnaði upp í 4 ríki. En þessi hugmynd að Rússar séu með einhvern hætti að ógna Vesturlöndum, hún ekki vegna þess að Rússar séu að því. Þetta fyrst og fremst vegna þess að í Bandaríkjunum hagar þannig til að útgjöld til hermála eru 20% af ríkisútgjöldum. Það að segja 50 hver dollar frá ríkinu fer til hernaðarútgjalda. Það óskaplega, þetta óhemjufé sem þeir ráða yfir og vissan hátt Pentagon eins og sjálfstætt ríki, einræðisríki innan Bandaríkjanna. Því að það virðist vera stjórnmálamenn ráði ekkert við Pentagon. Síðan allt sem að gerast hjá Pentagon, það hjúpað leynd. Þetta svona ríkisleynd og þú sér nú bara hvernig þeir láta við Assange, Julian Assange, hann hefur verið að segja frá því hvernig bandarískir hermenn hafa það og hann túlkaður sem bara þjóðarsveikari og setja hann í mörg 100 ára fangelsi og það nú bara kapítul út af fyrir sig allir þessir dómar í Bandaríkjunum sem hljóðu upp á mörg 100 ári við venjulegu fólki en þetta ástæðan fyrir því að Bandaríkin verða að hafa óvinn. 20% af fjárlögum útilokað að samþykkja nema þú sért í bráðri hættu. Nú ef að komin friður og engin hætta á kommunisma, þá voðin vís.
Þannig að þú verður að búa til óvinnin sem aldrei fyrr. Já, en maður hélt samt að svona þessi hryðjuverkasamtök og sérstaklega átökin sem hafa verið í sambandi við þessi olíuríki og við Persaflóa og annar staðar, að það yrði nýji óvinnurinn og að þíðan myndi halda áfram á milli Rússlands og Vesturlanda. Það hefur ekki raungerst. Það var eitthvað sem maður var að vona, já. En svo bara gerist það ekki vegna þess að þetta alveg eins með hernaðar yfirvöld í Svíþjóð. Já. Það eru fá lönd sem eru sjúkar af rússagrílu heldur en Svíar. En upprunni rússagrílunar nú í Bretlandi og sennilega eru nú Bretar ganga þeir nú lengst í rottalegu bulli Rússland. Já. Þetta bara en þetta svona sameiginlegt áhugamál ákveðna stofnana á Vesturlöndum að gera Rússa óvinn. Sem að þeir hafi ekki unnið til að nokkru leyti. Ég get ekki séð það. Og þetta líka þannig sjáðu til að menn eru alltaf, ef eitthvað gerist í Rússlandi, við skulum segja alltaf að maður deyr eða er drepinn, þá það blásið upp hér á Vesturlöndu, þannig að þar hljóti Pútín að hafa verið að verki, en menn segi ekki orðið við því þó að 10.000 séu drepnir til dæmis í Mexíkó. Það ekkert vandamál. En þetta að mínum að megin ástæðan fyrir því að það búin til ný rússagríla og hún ekki með neitt kommunisma. Hún ekki út af kommunismanum. Nú þetta nú gamalt kunnugt stef því að eftir að Pétur Mikli sigrar Karl XII 1709 við Poltava að þá fer að bera á þessari kenningu að Rússar þeir muni flæða yfir allt. Já. Og það eru margir sem hafa hag af því að fara í vörnina og leggja á skatt til að verjast Rússum. Þetta gerist enn frekar eftir Napóleónsstríðin og eftir orustana við Borodino og allt það og þegar Rússar fara til Parísar. Þá rússagrílan orðin fullmótuð og allan keisaratíman, eða við skulum segja alla 19. öld, þegar þessi keisarar eru við völd, að þá þessi rússagríla í gangi. Og hún eflist til dæmis í Krímstríðinu 1850 til 54. Að þá senda Bretar, Frakkar og Þjóðverjar senda hersveitir til Krím og þeir fóru illa út af því Rússar mistu 100.000 og reyndar hinni líka en niðurstaðan var þessi rússagríla sem enn í gangi. Þannig að þú sér að það þarf engan kommunisma til þess að halda upp í einhvers konar rússagríla. Nei, og þetta var í rauninu bara mjög stuttu tími á meðan þessi rússagríla var ekki svona stór og það í raun og veru ef ég skil þetta rétt og svona það sem að ég hef upplifað að það í allt sín tímabili þannig að á meðan að það sterkur leiðtogi í Rússlandi að þá bara lifi rússagrílan góðu lífi. En svona lokum í sambandi við þessi samskipti að það langaði mig að spyrja þig í sambandi við framhaldið í Georgíu og Úkraínu sem maður hefur svona tilfinninguna séu á milli steins og sleggju. Þau að líta til vesturs en þau alltaf að líta til Rússlands líka. Hvar ætli það endi með Georgíu og Úkraínu? Heldur að Georgía til dæmis fari inn í NATO og Evrópusambandið eða eiga þau eftir að halda? Það sem að ég vissum það 2012 þá fer Obama og Kerry til Pétursborgar að ræða við þá Putin og Lavrov. Og það sem að þeir eru að ræða þar það hvort að það leyft að þessi baltísku lönd og Úkraína og Georgía yrðu aðilar NATO. Og ég held að Rússar hafi sagt baltísku löndin snerta ekki Rússland, þau eiga ekki landamæri að Rússlandi nema Ísland.
Sko það sem á milli Hvíta-Rússland. Já. En Úkraína á landamæri að Rússlandi. Pólland á ekki landamæri að Rússland til dæmis. Og Rússar sögðu bara, sko, það kemur aldrei til greina að Úkraína eða Georgía verði aðilar NATO. Þetta bara eins og að við myndum gera Mexíkó og einhverju sérstöku stuðningsríki Rússlands. Og upp úr þessu þá fer að bera á þessum fjandskapi Rússa. Já. Þegar þeir taka því mjög illa að alltaf leyfa NATO að fara náttúrulega upp í kálgarða hjá sér. Já. Sko, þetta mín tilfinning. Já. Ég hef leitað gögnum þennan fund 2012 en því miður þá hefur mér ekki tekist að finna óvíkjandi sannanir fyrir því að það hafi fyrst og næst verið að ræða NATO aðild á þeim fundi. En það bara hlýtur að vera. Já. Og mér sýnir sko til dæmis, nú spyr ég þig, þú fylgist með, rússneskur her í Úkraínu? Já. Nú? Í hluta Úkraínu, Austur-Úkraínu og í kringum Krím. Á Krímskaga og í Austur-Úkraínu. Það er bara á einum stað. Það er að segja í Sevastopol. Já. Þar var herstöð og Kravtsík og Jeltsin sömdum það að Sevastopol yrði rússnesk flotahöfn í 50 ár. Já. En annar rússneskur her? Það hef ég haldið út af þessum átökum í Austur-Úkraínu. Það bara ekki rétt. Er það vitlaust? Það engin rússneskur her í Úkraínu. Nei. Það eru að vissuleyti sjálfboðaliða rússneski sem í Donbass, en rússneskur her hefur aldrei verið í Úkraínu. Já, og ég veit að sömdu rússarnir náttúrulega við Georgíu mennum að loka sínum herstöðum þar og það gekk eftir. Já. Þó það tæki smá tíma að þá gekk það eftir. Já. Það máli snýst það að kenningin það að Rússar hafi hertekið eða ráðist á Úkraínu var rugl. Já. Þeir hafa aldrei ráðist á Úkraínu og af hverju ráðast þeir ekki á Úkraínu? Það að því að þeir þurfa það ekki. Af hverju ættu þeir að fara að leggja í baráttu og áhættu saman hernað sem að skila sér á tímanum bara með því að býða rólegur. En þeim náttúrulega umhugað eins og segir að fá ekki NATO á þennan kraga í kringum Rússland. Allt annað bara í lagi. Já, en það samkvæmt samningur sem að voru gerðir við Vesturlönd, milli Vesturlanda og Rússa, þegar að Rússar ákváða að fara frá Þýskalandi. Já. Þá var samið það að Vesturlönd færu ekki upp í kálgarða með herstöðvar, en þeir hafa ekki staðið við það. Nei. Og því miður þá voru þetta ekki skriflegi samningar, þetta voru munnlegi samningar milli þjóðhöfðingja og Gorbatsjov. Hann gleypti við þessu og lét þetta gott heita. En þetta var svona að Vesturlandabúar stóðu ekki við þessa samninga það að fara ekki upp að landamæri Rússlands með hernaðarþróun. Já. Og það á þá fyrst og fremst með Eistland. En það sem að blasir við það að Rússar geta náttúrulega illa sætt sig við það að svona lönd eins og Úkraína og Georgía verið í árásarbandalagi sem beint gegn Rússlandi. Eða hvað halda menn? Og þess vegna það að það sem en það var engin kúpudeila úr því, þetta svona svipaði verið ógn. Já. Þetta nálagt með og það sem kannski ég svolítið undrandi á af hverju er Rússland svona rólegir? Þeir gera ekki neitt. Þeir eru búin að setja ákveðin mörk og ég hugsa að Bandaríkjamenn muni virða það. Já. Sko það er alltaf til í dæminu að fórustum ríkja að það komist til valda í lýðræði. Það voru alltaf til í dæminu að til valda komist sjúkir menn. Og þetta er til í dæminu að einhver maður sem kæmist til valda í Bandaríkjunum færi út í kjarnorkustyrjöld Rússa. En það veit allir hvað það endar. Já. En svona að lokum varðandi Evrópusambandi sem mér hefur kannski fundist sína taktísk og bara taktísk mistök samskiptu sínum við Rússa.
hafa sýnt Pútín jafnvel óvirðingu á stundum vegna þess að það er alveg sama. Við erum þetta fjölmiðlana maður. Já. En hvernig heldur að þau samskipti eigi eftir að þróast? Sko, finnst þér Pútín verið að handla þetta dálítið vel? Mér hefur fundist hann sitja á sér í samskiptum við Evrópusambandið, hann hefur mætt óvirðingu. Hann er bara í fínu samskiptum við til dæmis við Frakka og Þjóðverja, Ungverja og fleiri og svo, ég hef þá tilfinninguna að flestar Evrópuþjóðir að þær eru svona lít ekki á Rússa sem óvinni. Nei. Alls ekki. Nei. Það er kannski hægt að segja að þeir þori ekki að vera vingjarnir við Rússa ótta við Bandaríkjamenn. Já. Þá til dæmis við Íslendingar. Íslendingar, þeir eru náttúrulega undir hælnum á Bandaríkjamenn. Og það er alveg rétt að menn verða að gæta sín hér á Íslandi. Litla Ísland færi nú illa út úr því ef að við færum að sýna einhverju óhlýðni. Já, við stóra bróður í vestri. Já, sko, hugsaðu bara ef að einhver illa gefin forystumaður í Bandaríkjunum fengi þá flug í höfuð að þyrfti að refsa Íslandi. Ég býð ekki það hvað mér gæti gerst. Nei, er þetta ekki fín lokaorð? Jú, ég skulle segja það. Já, bara þakka kærlega fyrir, Guðmundur. Og við komum... Það er margt eftir. Já, við eigum líka einn þátt eftir í seríunni. En þetta er gott í bílu, þakka kærlega fyrir. Okay.